Nú ætla ég að fara aðeins yfir hvað vendikennsla er, hvernig við kennum vendikennslu og af hverju og hvað við græðum svo á þessu öllu saman. Vendikennsla er á ensku kallað flipped classroom. Þetta er kennslu nálgun getum við sagt. Þar sem að megin hugmyndin er að við víxlum svolítið hlutverkum. Við miðum við hefðbundna kennslu þar sem að kennarinn fer svolítið yfir í skólastofunni, fer yfir námsefnið, svo vinna nemendur verkefni sem þeir klára svo oft heima eða vinna jafnvel verkefni heima. Í vendikennslu þá snúum við þessu við. Þá fer kennarinn ekki með eitthvað langar fyrirlestur í kennslustofunni, heldur útbýr myndbönd þar sem að kennslan í raun er sem nemendur horfa á heima. Þegar þeir síðan koma í kennslustofuna þeir búnir að horfa á þessi myndbönd, búnir að tileinka sér kennsluna að einhverju leyti og þá þetta að nýta tíman í kennslustofunni í að vinna verkefni. Þannig nýtist tíminn í kennslustofunni betur því að þar er kennarinn á staðnum til þess aðstoða, en heima er oft enginn til þess aðstoða. Nemendur geta hort eins oft og þeir í raun vilja á myndböndin, því að sumir kannski þekkja þetta efni vel fyrir og þurfa því ekki að horfa eins oft á meðan aðrir eiga kannski erfitt með að skilja viðkomandi námsefni og þá skiptir máli að þeir geti hort eins oft og þeir vilja. Upp af vendikennslu má rekja aftur til síðustu aldamóta eða fram undir það. Sá sem er eiginlega talinn svona upphafsmaðurinn að þessu, ekki kennari reyndar, heldur maður að nafni Salman Khan. Hann byrjaði á þessu 2004, þar að segja, hann var að hjálpa frænku sinni með stærðfræði. Og til þess að hún geti hort aftur og aftur og hann var ekki alltaf á staðnum til þess að hjálpa henni, þá útbjó hann kennslumyndbönd fyrir hann. Þar sem hann var að útskýra fyrir henni og þá gat hún hort aftur og aftur. Hann á endanum setti þetta á netið og þetta varð gríðarlega vinsælt. Hann átti síðan eftir að útbúa eitthvað sem heitir Khan Academy sem er bara reisa fyrirtæki sem að það sem hægt að kaupa aðgang að svona kennslumyndböndum og eitthvað af þeim er opið á netinu líka. Þeir sem að útfærðu þetta sem kennslu aðferð eða kennslu nálgun eða hvað svo sem við nefnum það voru Jonathan Bergman og Aaron Sams. Þeir fóru að gera efnafræðimyndbönd árið 2007. Þeir þróuðu sér svolítið áfram og ástæðan fyrir því að þeir byrjuðu á þessu var að þeir voru að kenna í skóla þess að mikið af nemendum sem áttu heim út í sveit. Og út af veðri og önnum heima og alls konar að þá var misjafnt hvað nemendunir mættu oft í skólan. Þeir mistu oft úr. Þannig að þeir fóru að búa til myndbönd til þess að nemendur gætu undirbúið sig þó og unnið heima þó þeir kæmi ekki í skólan. Þeir þróuðu síðan verkefni í kringum þetta og gerðu þetta að svona kennslu aðferðin í skóla. Keilir er sá skóla á Íslandi sem að tók þetta svona fyrst upp hér af svona eitthvað heildstætt. Fullt af fólki verið að gera tilraunir með kennslumyndbönd á Íslandi í mörg ár. En þeir fóru að taka bara upp vendikennslu sem megin kennsluaðferð í skólanum. Og þetta er mikið notað á háskólastigi, töluvert notað á framhaldsskólastigi, en þetta er minna notað á grunnskólastigi og mjög lítið held ég á leikskólastigi. En það eru fleiri og fleiri farnir að gera myndbönd á Íslandi. Við þurfum kannski að gera smá átak í því að fá fólk til þess að hafa þessi myndbönd opin, því að það er slatt af fólki sem er að gera myndbönd sem er alls ekkert opin. Kostir vendikennslu eru umtalsverðir. Nemendur geta hort hvar sem er, hvenær sem er og eins oft og þeir vilja. Það þarf enginn að rétta upp hönd og spyrja að þeim finnst kjánalega, það reyndar ekki til neinar kjánalega spurningar inn í kennslustofu, en nemendur upplifa stundum að spurningin þeirra sé kjánalega og þori ekki að spyrja. Þarna geta þau hort aftur og aftur og ef þau fá ekki svarið út úr því að þá spurt kennarann. Kennslan verður skilvirkari og nemendur hafa betri aðgang að kennaranum því að það fer minni tími í
það sem oft kallað innlögn eða kennarinn að útskýra. Þá fer meiri tími í alls konar verkefnavinnu og þá kennarinn meira laus til þess að aðstoða nemendur. Foreldrar og aðrir fullorðnir geta hort með nemandanum heima. Ef að nemandinn skilur ekki, þá gott fyrir einhvern annan að horfa líka og þá kannski finna það út úr þessu í sameiningu. Ég hef fengið fullt af þökkum frá foreldrum, sérstaklega hvað varðar stærðfræðina, að þó að foreldrarnir geti í raun reiknadæmin, þá lærðu þau allt aðrar aðferðir heldur en verið að nota í grunnskólunum í dag og þá kannski eiga þau auðveldara með að aðstoða börnin sín eftir að hafa hort á þessi myndbönd. Síðan geta nemendur með lestrarörðuleika eða aðra námsörðuleika, þeir þurfa ekki að lesa eins mikið því að þau geta svolítið hlustað. Og þeir sem eru komnir langt í að nýta sér myndbönd í námi vita að það svolítið breytilegt eftir myndböndum vissulega, en stundum nóg að hlusta. Maður kannski horfir í fyrstu 2 skiptin, svo maður með þetta bara í eiranum og hlustar. Maður þarf ekki að horfa alveg stjarfur í hvert einasta skipti sem maður að horfa á svona myndbönd. En það fer svolítið eftir eðli efnisins hverju sinni. Á kannski minna við í stærðfræði, en í kjaftafögum eins og náttúrufræði eða náttúrugreinum getur það átt við í sumum tilfellum. Það eru gallar við þessa kennsluaðferð. Það eru gallar við allar kennsluaðferðir því að hin fullkomna kennsluaðferð ekki til og verður aldrei til. Það erfitt að fá alla til þess að horfa og þetta verður erfiðara eftir því sem að nemendur eru yngri, hafa minni þroska, sjá ekki alltaf tilgang í að vera að horfa og það svolítið hlutverk kennarans að fá þau til þess að horfa. Það þarf að þjálfa þau í að horfa. Þetta gerist ekki af sjálfu sér. Til þess að allir geti hort, þá erum við að gera ráð fyrir ákveðinni tækjaeign og netaðgangi sem ekki stórt vandamál svona heilt yfir á Íslandi, getur þó alveg verið það, því að nemendur þurfa að geta hort heima. Við þurfum ekki að hætta við af því að einhverjir nemendur geta ekki hort hvar sem og hvenær sem Við getum komið í þannig fyrir að nemendur hafi aðgang að tölvu og bókasafni eða einhverju þess áttar þar sem geta komið eftir skóla og hort á myndböndin. Við getum alltaf fundið leiðir, en við þurfum að vera svolítið meðvituð nemendahópin okkar. Eru einhverjir sem að hugsanlega hafa ekki aðgang að neti eða einhverjum tækjum heima. Því það er svolítið erfitt að ætla öllum að vera búin að horfa á eitthvað og svo einhver sem bara getur það ekki. Þá þurfum við að finna lausn á því. Það þýðir ekki að hættum við, heldur við þurfum bara að leysa vandamálið. Þessi aðferð hentar ekkert öllum. Það er mín reynsla og ég á eftir að koma inn á það betur síðar. Hún hentar miklu fleirum heldur en hún hentar ekki. En sumum finnst þetta fyrirkomulag hreinlega óþægilegt. Og það voða lítið við því að gera annað en að reyna þá að aðlaga aðferðina að einhverju leyti að viðkomandi, en hversu mikið eigum við að láta örfáa nemendur stýra kennslu hjá okkur. Það er eitthvað sem hver og einn verður bara að vega og meta. Þegar að nemendur að horfa, þá hafa þeir ekki tækifæri til þess að spyrja, ef þeir þora að spyrja eins og inn í kennslustofu. En þau geta samt spurt þegar þau koma í tíma. Það ákveðin hindrun í þessu að ef við erum að vinna verkefni í tímunum sem gera ráð fyrir að nemendur séu búnir að horfa, það getur verið erfitt að fá nemendur til þess að vinna að sameiginlegu verkefni þar sem sumir eru undirbúnir og aðrir ekki. Og þetta er ein leiðin sem er nefnd svona í fræðunum í þessu, að til þess að fá krakka til þess að horfa, að þá þurfum við eiginlega að gera tímana þannig að þau upplifi sig að þau séu óundirbúin og þau séu ekki búin að gera það sem á að vera að gera. Það sé betra að vera búin að horfa og fá þau svolítið til þess að upplifa það sjálf án þess samt að gera það þannig að við séum eitthvað að brjóta þau niður. Heldur að þau sjáu ávinningin af því að hafa hort. Það eru heilmiklar áskoranir í þessu fyrir kennarann.
Hann þarf að kunna að búa til myndbönd, hafa til þess tæki og tól. Ég er búinn að gera sér myndband hvernig ég bý til kennslumyndbönd og við þurfum ekkert flókin eða dýr tól í það endilega þó það sé vissulega hægt. Við þurfum líka að þora að birta það sem við erum að gera bara nemendum. Sumir eiga erfitt með hreinlega að hlusta á röddina sína í upptökum. Og við þurfum að þora líka helst að deila þessu þannig að allir geti nýtt það sem við erum að gera. Það eru kennarar á Íslandi sem að búa til kennslumyndbönd en þeir eru ekkert endilega að deila þeim alltaf. En ég held nú að það sé að aukast. Það er gríðarleg vinna að búa til myndbönd í upphafi ef maður ætlar að gera þetta þannig að maður sé búinn að vernda, eins og við segjum, hverju einustu kennslustund. Það er ekki fyrir hvern sem er að gera það og ég mæli ekkert sérstaklega með því þó að ég hef gert það. Það er betra að gera þetta svolítið í litlum skrefum, byrja að taka nokkra tíma í einu, taka eitt kannski verkefni og búa til leiðbeiningar og námsefni tengt því á myndbandsformi og vinna sig svolítið inn í þetta. Finna svolítið hver er minn taktur, hvað vil ég og það þurfa ekkert allir að fara alla leið í þessu. Það verður hver og einn að finna sína leið í því. Við þurfum að finna leiðir til þess að fá nemendur til þess að horfa eins og ég var að nefna áðan. Láta þau finna að þau græði á því að horfa á þessi myndbönd. Við þurfum að finna áhugaverð verkefni til þess að vinna í tímum því að ef við erum endalaust með bara einhver eyðufyllingaverkefni að þá erum við ekki að bæta miklu við kennslun okkar. Við þurfum að vera með hópverkefni, umræðuverkefni, helst skapandi verkefni og ég get alveg viðurkennt þarna. Þetta er það sem ég á erfiðast með í þessu öllu saman. Þetta þarf alltaf að vera svolítið skipulagt hjá okkur til þess að þetta fungeri. Nemendur og foreldrar þurfa að vita til hvers við ætlumst, hvaða myndbönd á að horfa. Ég hef sett inn í mentor hverri viku hvaða myndband liggur fyrir í þessari viku eða myndbönd. Ég reyni eins og í náttúrufræðina að miða við 1 myndband á viku en það á ekki alltaf við. Þannig að allir viti hvar hlutirnir eru og búa til svolítið lærdómsumhverfi þar sem við reynum að kenna nemendum að vinna eins sjálfstætt og við getum. Því að best, og það er eitt stór kostur við vendikennsluna, að við getum hleypt nemendum áfram. Ef að öll myndböndin eru til, að þá geta þau unnið þetta svolítið á sínum hraða og þá finna þau svolítið að þau geta bara haldið meirða minna utan þetta sjálf. Ég hóf vendikennslu í Álftanesskóla í ágúst 2013. Þá fór ég á ráðstefnu vendikennslu sem var á vegum Keilis. Þetta var heilsdags ráðstefna og þar hitti ég Jonathan Bergman sem ég nefndi áðan, sem er annar af upphafsmönnum vendikennslu sem kennsluaðferð. Og ég hafði svo sem alveg gert mér grein fyrir að það væri spennandi að búa til kennslumyndbönd en ég hafði einhvern veginn aldrei hugsað þetta sem leið fyrir mig. En þarna fékk ég bæði svona fræðilegar útskýringar hjá honum og það spjalla aðeins við hann. Hitti kennara í Keili sem voru að gera þetta, sem voru að útskýra hvernig þeir bjuggu til þessi myndbönd og hvað þurfti. Og þetta er 12. eða 13. ágúst. 10 dagar í skólabyrjun og ég tók bara ákvörðun. Var þarna með skólastjórunum mínum, fékk leyfi á honum til þess að prófa og eftir þetta hef ég í raun útbúið myndbönd fyrir hvern einasta tíma í náttúrufræði eða náttúrugrein. Þetta haust var ég að kenna bara 8. bekk og 10. bekk, þannig ég tók 2 árganga. Það var mjög mikil vinna að ná að búa til cirka 1 myndband á viku fyrir hvern bekk, líka af því ég var svolítið að læra á þetta. En það hafðist. 2014 bætti ég svo 9. bekknum við, þá haustið. Á vorið 2014 fer ég að dunda mér aðeins að bæta stærðfræðinni við. En það er svona
komið hægt og rólega, ég að fylla inn í alls konar eyður. Frá 2013 þá hef ég breytt kennslunni hjá mér töluvert mikið. Ég byrjaði að fylgja svolítið bókinni. Það að segja, kenna bara fulla vendikennslu. Var með mjög litlar útskýringar inn í bekk, ætlaði nemendum svolítið að horfa og það gekk ágætlega. Það voru ekkert sömu nemendur sem voru í vanda eða svona áttu erfiðara með þessa aðferð eins og eru með í hefðbundinni kennslu. Sumum fannst það betra, öðrum verra. En mér gekk svona erfiðast með yngri nemendur. Ég hef kennt þetta alveg niður í 7. bekk. Í dag er ég að kenna svona sennilega til helminga, vendikennslu og hefðbundna kennslu í 8. bekk. Er svona hægt og rólega að kenna þeim að nota myndböndin, svolítið breytilegt eftir árgangum hvort ég byrja á því strax á hausti eða einhvern tímann á miðri haustun. Og svona eik þungan í því svolítið, er svo alaðug upp í að vera komin í svona 80-90% vendikennslu þegar þau komið í 10. bekk og orðin svolítið sjálfbjarga. Þetta fer mikið eftir árgöngum og námshópum hverju sinni, hversu hratt ég ger þetta og hvernig þetta gengur. En ég laga þetta að sjálfur mér og nemendunum hverju sinni. Það er ekki til einhver ein ríkisleið sem passar fyrir alla. En ég hef gert gríðarlega mikið af myndböndum á þessum tíma og það eru yfir 3000 myndbönd á YouTube síðunni minni. Ekki öll opin, sumt eru svör við verkefnum, sum eru bara einhver persónuleg myndbönd sem ég hef gert og er ekki ætluð hverjum sem er. Þau eru ekki mörg reyndar. En það eru þarna yfir 3000 opin kennslumyndbönd sem allir geta nýtt sér. Við þurfum að passa ýmislegt þegar við tökum upp myndbönd. Við þurfum að passa að þau séu ekki of löng. Fræðin í þessu segja að við eigum að miða við að myndbandið eigi helst ekki vera lengra í mínútum talið heldur en börnin hafa verið ár í skóla. Þannig að 1. bekkur þar miðum við hámars lengd upp á 1 mínútu, í 5. bekk 5 mínútur og í 10. bekk 10 mínútur. Ég hef reynt að passa upp á þetta, ekki tekist það alltaf. Það er alveg til myndbönd hjá mér sem eru dálítið yfir 10 mínútur, en þau er ekki mörg. Það þarf að passa upp á hljóðið. Í raun skiptir hljóð í svona myndböndum miklu meira máli heldur en myndefni, hvort að myndbandið er rétt upp lýst eða eitthvað svoleiðis, en það eru ofta að taka upp bara tölvuskjá. Það er ekki vandamálið. Við þurfum að passa upp á hljóðið og það er í raun og veru í fyrsta leið að heyrist í okkur. Bæði það að við þurfum að hafa hljóðnemann sæmilega nálægt okkur, hvort sem við þurfum að nota hljóðnemann í tækinu eða sér hljóðnema, og við þurfum að passa upp á bergmál. Það er ofboðslega erfitt að hlusta á kennslumyndband. Við skulum prófa til dæmis að heyra hérna stutta útskýringu úr herbergi þar sem að hljóðvistin er verulega vond. Það verða allir ofboðslega þreyttir á að hlusta á þetta eftir smástund. Hér er hljóðvistin sérstaklega slæm. Við erum komin inn á baðherbergi, þetta er lítið baðherbergi sem er ekki með teppi á neinum fletti, þannig að hér eru allir veggir harðir, þannig að hljóðið sem að kemur frá mér, það skoppar af öllum veggjónum og blandast saman í svolítið skemmtilega svona reverb-súpu sem að gæti fungerað ágætlega í tónlist, en þegar við erum að hlusta á tal þá verður þetta afskaplega þreytandi og í raun er erfitt að hlusta á þetta. Þess vegna leggjum við ýmislegt á okkur þegar við erum að taka upp svona myndbönd að reyna að minnka þetta bergmál eins og við getum. Við höfum miklu meiri þolinmæði til þess að hlusta leið og hljóðvistin er betri. Það er erfitt að hafa hana mjög góða. En eins og ég nefndi þá sýni ég í námskeiðinu þar sem ég sýni hvernig ég bý til kennslumyndböndin, hvernig ég leysi ýmiss konar vandamál í þessu.
Síðan þurfum við að passa raddbeitinguna. Við þurfum að passa að taka röddin örlítið niður, passa að nota svona dýpri hluta raddarinnar frekar, tala ekki of hratt, heldur ekki of hægt og hlusta svolítið á okkur sjálf. Hvernig erum við að nota röddina? Vissulega hafa sumir rödd sem að hentar betur í þetta en aðrir, en við breytum svo sem ekki röddin okkar mikið, en við getum alveg lagað hana örlítið til og svona æft okkur í að nota rödd sem er þægilegur að hlusta. Ég lagði viðhorfskannanir hvað bæði nemendum og foreldrum fannst vendikennsluna hjá mér á árunum 2014 til 2016. Þetta er svona í upphafi vendikenslunar. Ég hef ekki lagt þetta fyrir aftur, en hef í raun huga á því að leggja svipaðar kannanir fyrir aftur til þess að sjá hvort þetta hafi breyst eitthvað. Þetta voru bara skriflegir spurningalistar sem ég lagði fyrir nemendur inn í kennslustofu og ég var með netkönnun sem ég lagði fyrir foreldra. Svörunin var náttúrulega mjög góð hjá nemendunum því að ég var með þá inn í kennslustofu hjá mér, þó sem ég píndi nú engan til þess að taka þetta, en það var ekkert vandamál. Og hún var alveg þolanlega góð hjá foreldrum. Það er alltaf erfitt að fá alla til þess að svara svona netkönnun, nema þá að maður dæli út póstum að minna á hlutina, sem er ekki endilega kannski það sem að fólk vil fá. En við skulum renna hérna yfir helstu niðurstöður. Hversu oft horfir þú á hvert myndband? Við sjáum hérna að guli liturinn er einu sinni. Það er 1/4, fjórðungur nemenda sem horfir bara einu sinni á hvert myndband. Það er 44%, næstu því helmingur, sem að segist horfa tvisvar. Síðan er nærri fjórðungur sem horfir þrisvar og svo færri sem horfa 4 sinnum eða oftar, það er ekki nema 2%. Þarna var í raun enginn sem var aldrei að horfa eða allavega þorði ekki að svara því, hann væri ekki að horfa. En þarna sjáum við að ég tek alla nemendur í 8., 9. og 10. bekk, það var pínu breytilegt á milli ára hvort þetta voru nemendur í 8. og 10. eða öllum 3 árgöngunum. En þarna er ég búinn að taka öll svörin saman. En þetta gefur okkur þolanlega marktæka niðurstöðu. Hérna, þetta eru nemendur, hvernig finnst þér þessi aðferð virka fyrir þig? Þá sjáum við að grænu kökurnar, þessi dökkgræna er mjög vel og þessi ljósgræna vel, að það eru bara 2/3 sem að segja að þetta virki vel eða mjög vel. Og það er mjög gott. Fjórðungur segir sæmilega, en þið sjáið, árið 2016 þá voru það 3 nemendur sem segja þetta virki mjög illa fyrir þá og 4 illa. Ég hef aðeins rætt þetta við einstaka nemendur sem að þessi aðferð hefur, og ég sé það, hún er ekkert að virka vel fyrir þá. Og það er svolítið breytilegt hver ástæðan er. Í einhverjum tilfellum þá voru nemendur vanir að hlusta bara á mig í tímum og vildu halda því áfram. Nenntu ekki að leggja það á sig að horfa á myndböndin heima. Voru bara vanir að sitja og hlusta í tímum, náðu stærstum hluta námsefninu ágætlega þannig, en voru ekki til að leggja á sig þessa auka vinnu þó hún væri bara að horfa á 1, 5 til 10 mínútna langt myndband á viku. Það var ákveðin hópur. Annar hópur sem að þetta var að virka illa fyrir voru svona þessir ofurskipulögðu nemendur. Þeim fannst þetta of mikið rót og ég var svona komin út fyrir þægindaramman hjá þeim. Margir af þessum nemendum og í raunar hinum hópnum líka, þeir fundu svo leiðir til þess að þetta nýttist þeim betur. En þið sjá, þetta eru samt örfáir nemendur. Þetta er ekki stórir hópar. Flestir finna leið
til þess að láta þetta virka hjá sér. Hérna sjáum við sömu mynd þar sem ég tek öll árin 2014, 15 og 16 og þið sjáum það bætast fáir við í illa eða mjög illa hópin. Það bætist enginn við í mjög illa og örfáir í illa. En kakan er að dreifast nokkurn veginn eins. Þannig að það er alveg ljóst að þetta nær og þessi aðferð er að virka fyrir flesta. Nemendur nefna að þetta sé þægilegra heldur en þessi hefðbundni bókalærdómur. En eins og ég nefndi áðan, síðan að þetta var gert, þá hef ég tekið svona hálft skref tilbaka og bætt svona þessum hefðbundu kennsluaðferðum við líka. Því í raun finnst mér best að nýta kosti og kostina í öllum aðferðum. Hafa í raun aðferðina sem fjölbreyttastar, ekki hengja mig bara á eina aðferð. Nemendur segja þeir skilji námsefni betur, þeir geti hort aftur og aftur, hægt að horfa heima á hvar sem er og sumir segja að þetta séu betri útskýringar inn í bókinni. Svo geta aðrir upplifa þetta sem verri útskýringar inn í bókinni, en þeir hafa þó allavega kennslubókina til þess að fletta upp í. Hvað nefna nemendur að sé vont? Þeim finnast myndböndin stundum of löng og þau eru það alveg. Þeir vilja hafa myndböndin styttri og vilja hafa þau líflegri. Og fyrstu myndböndin sem ég gerði, þau eru alveg pínu stíf. Það vantar alveg pínu líf í þau, það er alveg rétt. En hvort við eigum að fara að vera með tónlist eða eitthvað í þá veruna að reyna að lífga verulega upp á myndböndin, er ég ekki sannfærður að virki fyrir alla. Það getur líka verið truflandi. Nú skulum við kíkja á hvað foreldrarnir segja. Þau telja að börnin sín horfi, þið sjáum þetta eru, ef við byrjum lengst til hægri, þá eru ekki margir foreldrar, innan við 5%, sem að telja að börnin sín horfi oftar en 3 svar. Og þið sjáum, það er aðeins heldur fleiri sem telja að börnin horfi oft 2014, færri 2015 og svo mjög fáir 2016. En litasúlurnar eru árin. 3 svar, það er svona 10 upp í 20% nemenda sem horfa 3 svar. Þriðjungur sem horfir 2 svar. Næstu því helmingur sem horfir bara einu sinni. Og þarna sjáu þið, þarna eru ákveðin hópur 5-10% sem telur að börnin sín horfi aldrei. Þetta mattsar nokkurn veginn við það sem börnin sögðu, svona í meginatriðum, nema þarna fáum við inn sjaldan eða aldrei, sem var ekki hinum megin. Hvernig er þetta að virka fyrir barnið ykkar? Og það er sama sagan, nema þarna er heldur jákvæðar, þarna segir enginn. Hvorki 2014, 15 og 16 að þetta virki mjög illa og örfáir að þetta virki illa fyrir þeirra barn. Þannig að það er mjög jákvætt og þetta aftur er alveg í takt við það sem börnin voru að segja. Annað sem kom frá foreldrunum, hefði verið gaman að hafa svona góða kennslu þegar ég var í skóla. Gæti trúað að einhver barnan ættu eftir að leita í þennan fjársjóð þegar þau komu í framhaldsskóla og svo vantar fjölbreytt verkefni og það er alveg rétt. Það er orðið betra í dag en ég er ekki komin á þann stað sem ég vil hafa það með það, ekki ennþá. Og verð svo sennilega allan minn feril að reyna að bæta það. En hann í upphafi, þá var ég í pínu erfiðleikum með því að það fór svo mikil vinna í að útbúa myndböndin að þá var tíminn til þess að útbúa fjölbreytt verkefni líka hreinlega á skornum skammti. Við ætlum að halda áfram. Ég kem til með að halda áfram að kenna vendinkennslu meðan ég kenni í Álftanesskóla og svo sem hvar sem ég kenni. Og ég held áfram að gera myndbönd. Hvort þau verða samskonar og þau myndbönd sem ég er búin að vera að gera eða hvort ég prófa mig áfram í einhverju nýju, það verður tíminn að leiða í ljós. En það er alveg ljóst að þetta er aðferð sem virkar rosalega vel. Ég ætla að sýna ykkur hérna glefsur úr námskeiðinu hvernig býr maður til kennslumyndbönd, þannig þið sjáið svona örsnögt hvaða aðferðir ég er að nota til þess að búa til myndbönd.
Því ég vil endilega hvetja sem flesta til þess að prófa að gera myndbönd. Þetta er einfaldara en þið haldið. Það þarf bara að þora og það þarf að prófa. Stærsti gallinn við það er reyndar að þetta tekur smá tíma. En fyrir þá sem hafa áhuga að þá er það yfirleitt ekki stærsta vandamálið. Mörg af þeim kennslumyndböndum sem ég hef gert eru gerð með spjaldtölvu og í raun eru flest myndböndin sem ég hef gert með spjaldtölvu. Þá nota ég app sem heitir Explain Everything. Og hérna er ég búinn að opna Explain Everything. Við ýtum á New. Ég vel yfirleitt blank canvas, fá bara autt blað, það er hægt að fá einhver svona sniðmátt. En hérna get ég byrja með autt blað og ég þarf að byrja að ákveða hvað ætla ég að setja inn. Og ég þarf að gera þetta í tvennulagi, annars vegar hvað ætla ég að setja inn áður en ég tek upp og hvað ætla ég að setja inn á meðan ég tek upp. Núna ætla ég að sýna ykkur aðeins hvernig ég útbý upptökuklefa. Ef að ég vil taka upp þannig að hljóðið sé eins gott og ég næði í, þá bý ég mig til klefa þar sem ég drep algjörlega niður hljóðið til þess að koma algjörlega í veg fyrir bergmál. Þannig ég ætla að sýna ykkur á eftir þegar ég er búinn að ganga aðeins betur frá þessu, bæta aðeins við þetta, því að eitt lag af svona teppum, það er bara ekki alveg nóg. Núna er ég tilbúin með þetta. Þið sjáuð, tölvan er tilbúin hérna, hljóðneminn hér. Þannig að svona, þegar ég er að taka upp með fartölvu, þá ger ég það stundum svona. En ef ég var alveg hreinskilinn, þá er ekki langt síðan ég kom mér upp þetta góðri aðstöðu. Lengst af þá hef ég tekið upp með fartölvuna upp í rúmi á svipaðan hátt og ég geri með spjaldtölvuna. En þetta er svona, ég er alltaf að reyna að bæta hjá mér aðstöðuna. Svo er þetta líka bara spurningum að nota tækið sem við eigum. Nota síma. Flestir eiga þokkalegan síma með þokkalegri myndavél. Ég hef tekið miklu fleiri myndbönd sem eru á YouTube síðunni minni á síman minn heldur nokkuð tíman á einhverjar dýrar myndavélar. Þetta er nefnilega oft spurning að grípa augnablikið. Ef maður er eitthvað staðar þar sem er eitthvað áhugavert að geta þá tekið upp myndband af því og nýta svolítið einfaldleika símans. Það þarf ekkert alltaf að vera flókið. Það er stærsti gallinn við síman hvað hljóðneminn er næmur fyrir umhverfishljóðum eins og til dæmis vindi. Ég er með þokkalegan hljóðnema hérna í dag en hann er líka með vindvörn. Ég var að prófa að heyra í honum án vindvarnar. Þá heyrist allt í einu ekki eins vel í mér. Ég tala um ef ég sný honum upp í vindin. Þannig að það skiptir máli að vita hvaða verkfæri við erum með. Það er alveg hægt að vera með hljóðnema við þennan og tengja hann þannig að það virki þokkalega og vera með vindvörn á hljóðnemanum. Meira að segja litlum og ódýrum hljóðnemum. Þannig að þetta er oft bara spurning gera hlutin á einfaldan hátt. En nú er það svolítið undir ykkur komið. Viljið þið prófa að gera myndbönd? Ég mæli með því að þið byrjið bara einfalt. Það þarf ekki að búa til myndbönd heildstætt yfir heila önn eða heila bók eða neitt í þá áttina. Takið þið bara eitt lítið verkefni, búið til myndbönd utan það, jafnvel leiðbeiningar og fleira og sjáu þið svo hvað gerist.
Þá erum við komin á enda með þetta námskeið hvernig ég hef verið að kenna vendikennslu í Álftanesskóla frá 2013. Ég er ennþá að læra. Ég er ennþá að vinna í að bæta mig í myndbandagerð, í kennslunni, hvernig ég geti gert kennsluna hjá mér fjölbreyttari. Og ég gerir ráð fyrir að það sé svipað hjá þér. Kennarar eru aldrei búnir að finna hina fullkomnu aðferð. Við viljum alltaf gera betur. Og það að bæta myndböndum eða notkun á myndböndum inn í sína kennslu er alltaf til bóta. Við þurfum bara að gera það á okkar hátt. Ef við viljum ekki eða treystum okkur ekki til þess að búa til myndbönd, þá getum við nýtt myndbönd annarra. Við getum líka búið til myndbönd og þó við birtum þau ekki strax, það skiptir engu máli. Ég birti mín myndbönd ekki strax leið og ég byrjaði. Það tók mig nokkra vikur í að svona finna í mínu skinni að þetta var eitthvað sem ég var tilbúin til þess að birta. Þannig að það verður hver og einn að finna sinn takt, en það gerist ekkert nema við prófum. Og það er margt sem er flóknara í þessu heldur en þetta af því sem við gætum verið að prófa í kennslunni. En þetta er eitthvað sem að ég hef góða reynslu af og kem ekki til með að hætta að nota, en þetta hefur vissulega breyst töluvert hjá mér frá því að ég byrjaði. Þannig ég vil þakka ykkur fyrir að sitja þetta námskeið og bendi á að ég hef gert nokkur önnur, til dæmis eins og áður við komið fram myndbandum hvernig ég bý til myndböndin svona tæknilega hliðin á því. En annars þakka ég ykkur fyrir.